eins og Dumbledore Get a fucking man Don't get me started This is the mentally challenged brother Dumbledore Sorry, ég var byrjað að tala á hann og kláraði særingana. Það komið rekk Fuck. Velkomin Davíð Já, takk fyrir. Herru, við erum aftur Við komið vorum með að tala að ég sé að pissa á mig. Ég ekki að gera það. Við erum komið með solskinsbrosið hérna inn Ó, já. Tröst Halló Halló. Herru, að gekk svo vel seinast með Harry Potter að hérna það? Gekk vel Veistu hvað Nei, Þú glemdir ég glemdi öllum að ég veist senast að þetta var alveg hræðilegt sko. Þetta var fyndið Já, veit hvað Ef þið eru að taka okkur alvarlega veist, it's your own fault sko. Já. Sérstaklega mig Og ekki hlusta á okkur með börn í bílum eða eitthvað skilur. Það er bara... Jú, sko, reyndar eru við bara frekar nættaðir þarna sko. Við erum ekki þérna, veist, kúkupiss og tillingar og svona sko. Erum við það ekki? Ekki? Manstu eitthvað hvað við... Nei, ok. Ég ætla að fá mig skot Ég ætla að reynda fyrir þig, Birkir. Já. Ætla ég að skjóta því inn í að við komumst að því eftir þáttinn að það var gaur sem að heitir Knox sem er dáinn. Já. En það var samt bara eitthvað nobody. Svo ég hafði rétt fyrir mér Nei. en samt ekki rétt fyrir mér Já. Já. Það var ekki sem sagt feita degraða kvikindi stjúbróðurinn eða frendinn eða hvað það var. Já. Heldur þetta var bara einhver nobody sem að er Hlusta á hinn þáttin þá vitið hvað við erum að tala Já, akkurat. Herðu GTA 6 Það er að koma Mér hlakkar svo til Í alveg, það ekki Það er ekki komið Ég hlakkar til. Herðu, hafið þið séð trailer Ég hlakka til Hafið þið séð trailer Vistu, ég hef ekkert verið inn í GTA fyrir síðan bara þau veist, þetta var eitthvað svona plattform leikur, skilur við, hérna 90 og eitthvað sko. Síðan nummer 2 Ok, Ég reyndi- og þú ég reyndi varst að- að kaupa PS5 Já, Þú ert eftir að, veist skemmt það svo vel sko, ég reyndi að spila, ég man ekki hvað það var 4 eða 5 eða whatever og þú veist, ég eitti heilum degi ég reyna að fá eitthvað vændiskonu með mér og að lappa á eitthvað stefnumót og eitthvað og ég er bara, what the fuck is this game? Nei, ég er ekki að grínast ég átti að höstla eitthvað á vændiskonu og fara að lappa með þér bryggjuna og eitthvað hvað er í fjandanum? Ég kom bara ekki að skjóta fólk og gleyma raunveruleikanum, skilur. Já, ég gerði það alltaf. Þá fátt ekki að fara í missionin Þú átt bara Ég Bara að gera eitthvað Það er alltaf einhver svona gömul kona Ég hleyp alltaf kíla hana niður og sem sparka í hana Ég er alltaf alveg Nice Ég byrja leikin alltaf þannig Það strákur mér var lítill háli Pabbi, hvað ert að gera? Ég leik, svona að spila leikin Wow. En veist, í trailernum þá er sko þeir fóru þegar hérna einhverja lappa með sixpack þá þú getur zoomað inn Sixpack af bjór, sem sagt. Já, Ekki maga á það. Takk Og þá getur þú séð sko veist, bjórin Já. veist, þetta er það dítilað Já. En síðan komið með eitthvað var Já, það voru gay pride Já Hvort þetta segja Pride eða Parade. Bæði Gay Pride Parade. Já, Ok. wow Ég bjó bara til nýtt orðana Parade. Parade Já Og ég var líka bara Já, ok, gott að veist, include þá Hversu margir munu keira gegnum þessu No joke Ekki er ég að fara að gera það Nei. En veist Nei, en þú veitur kýla á gamla koni í götun og sparka svo í hana Já. en ég ætla ekki að vera rasisti Það er fyrst sem ég Það hugsaði ert ekki rasisti, þá ertu mismunna Já, með fordóma gagvart Já, en fyrst þú ert að lemja og drepa gamla konur Akkur ert að mismunna hinum og akkur dreipur ekki hinna líka bara Það er mismunun Það er mismunun Ég skal keira yfir þetta parade Já No problem En þetta er fyrst sem ég hugsaði Ég var bara Wow, ok Já,
hversu margir verður bara svona ég verður að finna þetta hvað þessi parade En þetta á eftir að vera svo klikka flottu leikur Þetta eru billjónir dollara sem fóru að fara í þetta sko. 13 ári í bígerði eða eitthvað þessi leikur skilur þannig að það eins gott að verði þetta búið að vera gangandi joke bara núna í svona 7 ár og bara hann alveg að koma yeah right En þeir eru náttúrulega að halda í við tæknina sem alltaf að koma alveg bara þvílíkt hratt En þetta ekkert smá tækni sem komin í þetta maður Ég var á strippklúbunum maður bara Þórun í leiknum í leiknum í leiknum Þórun, hann var að strippklúbunum í leiknum sorry, þetta er mission þú og Goldfinger bara eitthvað takkandi kókain við 500 kallana bara það annarkvort hérna, ég er heima ger ekki neitt eða ég gerir það akkurat hvort vilt að ég sé heima eða bara, er Goldfinger ennþá í gangi eða? Nei, óbyggilega ekki Það er einhverju stripp, það er engri strippstað í Íslandi lengur ekki hugmyndu ekki löglega allavega held ég veit ekki, þetta var allavega í gamla dag best allavega að séð eitthvað svona þegar við vorum uppi á okkar djamtímabili þá var allt krökt af þessu það var rosa vinsælt ég var svona að vinna á strippstað ekki sér dansari var ekki svona Chippendales knock-off nei, vá, ég man ekki hvað ég var svona að vinna sem strippari og good times víst bara private shows núna í dag fyrir Þórun borgar mér þú far 100 kall núna það eru freyðivins penningarniðinir farður sokknum farður sokknum 100 kall fyrir hvert fyrir hverja flík ok, varst ekki bara að spila fatapóker við hana þá var ég að gera það? Já, gæti verið Nei, ég man ekki, ég var ekki að vinna á stressstað ég tók hérna eitthvað 2-3 vaktir því að hérna gæi sem að við þekkjum var hérna að vinna þarna og hann fékk með hann til að vera svona útkastari eða þannig stundum og þú sem alveg bara útkastari, þetta heitir dýravörður já, 50 þetta var meira útkastari ég var ekki í hurðinni já, ég var einmitt svona 50 kíló rennandi blautur með skólatöskubakinu sko en hérna en það var alltaf lægja því að þetta var alveg svona fríkar slís í staðar þetta var á Hverfisgötunni, ég man ekki hvað hann heitir mjög neðarlega á Hverfisgötunni og hérna það sem ég lærði það var 20 sem ég lærði á þessari vinnu í fyrsta lagi í einhverju svona eftirpartíi þar sem við vorum einhverju jammi með dansarunum og öllum starfsmennunum og eitthvað svona að hérna það var einn stripparinn sem sagði mér að fá mér túnfisksamloku með rauðu Pringles inn á milli það er klika gott ég mæli með því fáið einhver rauða Pringles-dollu túnfisksamloku frá Soma eða eitthvað setið dreifið í sem sagt svona Pringles er það sem þú lærðir af stripparunum? Já okay. Wow weird and okay disappointing disappointed saga það sem ég lærði af stripparunum allir bara segðu meir kefti Soma samlokku og Pringles bara fræðileg saga nei, þetta er gott nei, og hérna og hitt sem ég lærði er vitið þið hvernig þið þrífa súlundar á styrstuðum? Nei hvernig haldið þið? Tusk vonandi hvernig efni? Vonandi svo træsandi nei þið þrífa súlundar með kóki ekki kókaini, heldur Coca-Cola til að fá svona smá klístur já þannig að ég þurfti reglulega að fara upp á svið á milli dansara með tusku og Coca-Cola smells like fish here taktu skot var að klára en já ég sem sagt fór og pússaði súlurnar með Coca-Cola þetta er sko kóki tusku kóki tusku það er nýtt það er eitthvað nýtt þetta er svo kóki tusku ógeðslegt og það er eitthvað svona þarna kók þetta er, veist í dag væri þetta bara straight veist, hérna já, segðu það já. Hérna sprit já. En þetta er til þess að það geti klifra. Þetta er gripið, já. Þetta er gripið, það er reyndar, sko, einn fyrirverandi var að æfa svona súlu
fitness eitthvað og það til alveg svona sérstakt eitthvað dæmi sem að setja á hendurnar á sér í dag sko, sem að nota upp á greip sko, þetta er bara svona herpex eða eitthvað þannig skilur. Eitthvað sem, veist, eitthvað mjúkt sem þotnar sem verður hart. Ekki herpes, heitir þetta ekki herpex sem nota í handboltanum. Harpex? Whatever, já. Og mjúkt sem hartnar, hvað er það að tala um? Ég veit ekki, heimatilbúin. Svona hvít eitthvað? Já. Þess að við notum til að skrifa svona leyniskilabóð í stríðinu. Já, einmitt. Já, síðan það, til dæmis, talandi það. Það kom hérna vin okkar á óvart þegar við sögum það, ég vissi þetta og þú vissir þetta. Í fyrstu heimsstyrjöldinni þá var hérna menn að runga sér og skrifa í sæði, veist, skilabóð. Já, þá gæti ekki óvinnurinn lesi brefin. Þeir þetta er svo blöyt. Davíð, þú ætti að skrifa, ekki bleyta það. Og þess vegna eiga foreldrar ekki að hlusta á þessa þætti með börnibílum. Akkurat, þarna kom það. Til dæmis eins og talandi strippara og vera svona fit. Ég var að horfa daginn hérna, það er núna, Dadbots það er bara Chris Pratt sorry. Það er Dadbot í dag. Hann hérna Star-Lord, já. Vá, það smita mig. Hann var það náttúrulega áður en að þegar hann var í Nei, það er bara fat núna. Hann var rosa feitur í Parks and Rec, er það ekki? Já, ég veist, með smá bumbu. Nei, hann var feitur. Hann var alveg feitur, hann þurfti alveg að taka sig á, sko. Ég í dag er Dadbot. Þú er Dadbot? Nei. Ég er mjög feitt, sko. Ég segi það, þú er Dadbot. Það er búið að breytast. Hvað eru þið þá? Ég er bara feitur. Já, ég er bara með alkoholista bjórbumbur sko. Ég er Chris Pratt í Parks and Rec. Mér fannst þetta svo hérna, skalinn er búin að breyta svo mikið í dag. Gart hérna ímynd að það er svo ógeðslega mikið af ungum strákum í dag. Í gamla daga þá var konur eitthvað bara við getum ekki keppt við hérna, Pamela Anderson með brjóstinn og eitthvað svona sko. Konur konur í dag bara setjið í fucking kinnarnar ykkar, kinnbeinin og varirnar og eitthvað svona. Það er ekki fyrir okkur, kallana. Alls ekki sko. En þær eru að eyðileggja þetta fyrir sjálfu sér. En síðan alltaf nú orðin strákarnir í dag, ímyndin á strákunum sem ungu strákarnir í dag eru að horfa á. Þetta er orðið svo brenglað. Það er bara sterar er bara orðið rosalega norm. Já. Sem er svo, ég er svo fanatískur að stera. Og þú hefur tekið stera. Já. Það sést. Já. Byssurnar maður. Og hvað, ég þekki svo marga sem hafa tekið stera. Og allir í dag eru feitir. Já. Allir í dag eru feitir. Hann er nú ekkert feitur, hann er bara með bjórvamp. Það hann með bumbu. Já, það var eitthvað sko, ég tók þú ert í fínu formi, það er bara bjór það er þessi hérna, helvítis bjóraðna sko. Belgurinn sko, já. En ég náttúrulega tók þetta bara vegna þess að ég átti ógeðslega erfitt með að þyngja mig. Og það var þú veist, ég veit ekki hvort það sé verra heldur en að vera feitur skilurðu, en ég lenti alveg í bara, þú veist ég veit það ekki, ég ætla ekki vera að dissa eitthvað feitt fólk átnúti, en þú veist að heyra þetta, bara út svo horraður og okkur er búin að það er ekkert og eitthvað, bara, gaur, ég átt 17.000 kalórir í þetta gæt, sko, ég bara get ekki þyngt mig, þannig að þessna fór ég á þetta, sko. Já, en síðan er þetta, body misphobia, sagði þetta rétt, eða? Ég veit ekki svona hvað það reyna að segja, sko. Body misphobia. Það er allavega ekki orð. Útskýra þetta. Þá horfir á þig, ég er svo mjór, en ógeðslega massaður. Þú horfir að sjálfa þig. Já. Þú getur ekki séð hvernig þú ert. Brengluð sjálfsímynd. Dysmorfía held ég frekar. Dysmorfía-fóbía. Ekki fóbía. Ekki fóbía. Fuck, nefnir að googla þetta. Fóbía þá ertu að hræddu við það, sko. Ég er hræddu við líka með minn. Nei, það ertu ekki. Það er sko loving that body. Allt mitt líf hef ég líka verið bara, vákvort grannur. Já. Þegar maður alast upp við það
og síðan, loksins þegar maður, bætir aðeins á sig þá kemur fólk, klípir í byrjar að fitna maður eitthvað bara ég veit að fólk að djóka en maður eitthvað bara, er ég að fitna? Shit, og ég eitthvað berjast við einhver, nokkur 100 grömm ekki kíló eða eitthvað, og maður eitthvað fuck, og það alltaf klipið í svona sem á bakinu ekki hlýðarspiki heldur það en á bakinu á mér bakinu og þú veist að við erum að niðurleið aftur við erum búin að píka okkur nei, ekki ég jú, við erum að niðurleið nei, ekki ég það bara allt verður erfiðara eftir 40 það fucking erfitt ég veist en Kona mín greip einu svona í hérna fytukeppa á ristinni á fætinum á mér. What? Þú á þínir spóaleggir maður. Hvað það fytukepp? Nei, þetta er Simpsons, mást ekki eftir það hérna. Jú, ég var bara oh my god, that's fat. Já, það er creepy Homer bara eitthvað, I got some here eitthvað, bara ristin á honum bara, what? Ég fór að pæla það er allir að reyna að eldast við six-packin og ég er búin að vera að skoða þetta svo ógeðslega mikið þegar þú ert fit og hamingjusamur þá er maður hamingjusamur þegar maður bara fit er það sant? Nei, fit, ég er fit ég er með 2-pack okay. ekki 6-pack en er samasemmerki að það meina ég já að vera fit, jafnt og hamingjusamur já, hjá þér já, hjá mér já, ok en út af því leiður komið 6-packin þá þarf þetta að forna svo ógeðslega miklu þú þarf að forna áfenginu, þú þarf að forna öllum mat, þú ert alltaf svangur er það þess virði að vera með 6-pack fyrir hvern? Konuna sem vill actually hafa þig með smá bumbu og kúra já er það ekki málið? Þetta er bara til að sína þig fyrir hina gym bros í ræktinni og eitthvað ég er í ból, þeir sjá ekki neitt nei svo að fyrir hvernig er þetta það er ekki nema að þú ert í þetta er nú bara aðalega fyrir sjálfa þig ég er búin að reyna að fara í 6-packin alveg í 6-packin og þá er ég alveg bara ef ég fer í undir 10% fitu þá og ég er í fötum þá munu allir vera bara vákvört grannur hvar er lína hvar vill allir vera þetta er ómögulegt ég veit það svo lengi sem allir á hamingjusamur ekki með í vörunum eða kinnbeinunum þá voru allir ánægðir já en það ekki nákvæmlega þess vegna er ég að digga til dæmis hvað eins og Pamela Anderson er að gera í dag taka fyllingarnar já og bara vera mæta bara á rauðadreigilinn ómáluð og she's old þegar hún er þannig hún er það en hún er samt svona að fara á móti strömmnum þarna hún getur alveg farið millileiðina út af því að Demi Moore sem er fucking jafn gömul hún she looks fucking awesome já hún er flott algjörlega, klárlega síðan horfum við að Pamela Anderson what the fuck happened actually nothing jú, reyndar alveg she had a hard life en hérna yes joke nei, en ég er að fíla samt að hún sé að fara svona móti strömmnum með þetta, mæta bara á hvítareyrun ekki uppmálið og bara veistu, bara frábært alveg frábært you do you, bara geggjað og konur sem er alltaf uppteknar að fara í neglur og augnhár og eitthvað okkur kallmónum er drull nákvæmlega við slökkum ljósum og við já, nákvæmlega við erum ekki að horfa með fyllingu í kinnbeinunum og í vörunum og augnhárin bara eitthvað öllum kallmennum en síðan er þetta líka í hináttina þegar allir kallmenn eru bara trapsarnir axla, öxlin það er vöðvarnir hjá hálsinum öllum kallmennum vilja vera með svona stóra þarna og vængina undir höndunum öllum konum finnst það ljótt þannig að þú færð þess að vöðva rosa flott að þú æfir sund já. En þú ert með ógeðslega mikla svona vöðva og vængina vaxtaræktarlega Steve Austin þá allir bara svona allir kallmenn bara yes, kallmennska síðan allar konur bara
oi, þetta er ljótt maður er ekki, já, sen er allir konur bara vá, í efri vöruna Já, og allir kallmennu bara, já, það er ljótt svo við erum að crossing streams hérna sko. já Sko það sem ég finnst að finnast við þetta Don't cross the streams do not cross the streams er hérna, þú veist, á jamminu Já. Sorry, ég ætla ekki að tryggja hann neitt en þú veist, ljótasta og feitasta stelpan getur farið heim með einhverjum ef hún vill það. Já, Algjörlega já, Meðal gaur ekki sjens, það er alveg satt þú veist, en samt ef þetta eru þar að þessu skilur Já, að þú veist, og ég, já, þannig er ég bara að tala um eitthvað svona one night stand hookup eitthvað, en þú veist en fyrir gaurana er þetta mikið erfiðara og hefur alltaf verið, sko. já, en síðan er veist, meðal fólkið veist, meðal veist, meiri hlutin af fólkinu það sé, veist, rýður ókslega mikið síðan er sko super fallega fólkið veist, konur og menn þeir fá bara mjög lítið út af því Það þorir enginn að nálgast það þorir enginn að nálgast það Já, ég nefnilega sá þráð að það var einhver gæi, þetta er eitthvað svona norskt undirfattamódel eða eitthvað þú veist, bara svona god of a man, sko bara ég, Já, þetta er akkurat Nei, hérna, hann ákvað að gera svona tilraun Póstaði fullt af myndum, hann eitthvað ber ofan á ströndinni og eitthvað svona, þú veist, ljósarur, bláeður, bara algjör gruð og hérna calm down fer á Tinder og eitthvað og hann bara matchar og hann ákvað að vera bara algjör dick þannig að hann bara fyrstu skilabóðum bara eitthvað hey, wanna fuck og allar stelpurnar voru bara eitthvað já, hérna er númerið mitt og hann bara eitthvað, þú veist, sest á andlitað á mér og ok, hvað ætlaðu að hitta mig oh shit og eitthvað, og þú veist, það var bara þú veist, allar voru bara já, núna, hérna er númerið mitt shit, ok og þetta var bara svona, ég sá þetta var svona þráður að dæma það sem að sendi bara þessi og allar voru bara eitthvað, já, hérna er númerið mitt og hann var alltaf bara eitthvað þú veist, ógeðslega og svona bara eitthvað fuck me now bara. og þú veist, bara já, svo ég ætla ekki að fara á incel rant þú veist Jesus en já, þetta bara myndi með það við ætluðum að wow, þetta fór alltaf rátt við ætluðum að tala um sko Ripley's Believe It or Not Not end of podcast en tíminn okkar er búinn þannig að þú hefur farið í Ripley's já, í Danmörku já í Köpenhavn hvernig var þetta? Mér finnst þetta bara eiginlega bara lélegt og hérna þetta var bara Davíð bjór hann er að náðu bjór já, hann er að pissa eins og var hann já, veistu, mér finnst þetta bara lélegt þetta var, þú veist, allt eitthvað vaxfígúrur og eitthvað veist, þetta er svo mikið meira veist, sögurnar sem hann veist, en þetta á aldrei að vera veist, þetta á aldrei að vera eitthvað svona borgarði inn og sérð hvað veist, hæsta mann í heimi og svona veist, þetta var erfitt að research þetta mjög svo út af því að þeir eru að passa rosalega mikið upp á þessu sögur já, og þú átt erfitt með að googla þetta og þú bara farið bara upp bækurnar bara keyptu bókina veist, bækurnar eða fullt af einhvern YouTube-myndböndum þar sem gaur eru að labba gegnum safnið já, veist síðan það voru náttúrulega in the 90s voru þættir Ripley's Believe It or Not með Dean Cain Superman Dean Cain nákvæmlega ég man eftir þeim sko og þetta var alveg veist, þetta var svona hérna veist, þetta var erfitt að research þetta en Davíð, varst þú ekki með eitthvað veist, hérna upprunalega svona Jó, ég tók eitthvað, þú veist ógeðslega mikið af upplýsingum en hérna, þetta er náttúrulega eldgamalt þetta er síðan bara fyrir hluta 1900 og eitthvað en hérna fannst þú út hvenær bókin kom hvenær hann Ripley var að
Sko, ég horfði á eitthvað 50 mínúna YouTube-myndband, ég man ekki nákvæmlega, þetta er yfir langan tíma, en hérna, það var 1939, þá byrjuðu sýningar á Broadway. Já. Allavega, What? Já. Ripley's Believe It. Já, þú veist, alls svona freak shows og eitthvað svoleiðis, þú veist, það Ekki voru bara gæjar Broadway eitthvað bara. með, þú veist, hamar og negla upp í nefið á sér og þú veist, og eitthvað gaur með, þú veist, eitthvað svona, eitthvað kýli og eitthvað bla. En hérna, þetta er sem sagt, já, þetta er bandarist franchise, sem er stofnað af þessum Robert Ripley. Já. Og hérna, sem er sem sagt bara atburðir er að hluti sem margir efast að séu einu svona sannir, sko, þetta er svona, þess vegna er þetta believe it or not. Já. Ég er með nokkra þannig, það sem við þurfum að googla á eftir, sko. Eða Okay. AI. AI? Þú ert með AI, þú spyr bara AI. ChatGPT. Jeopardy? Já, ChatGPT. Ég tjekka maður Jeopardy. Já. Hello, Hello, I come from ChatGPT. Það er indverskur maður. ChatGPT. Come again. Thank you. Já, þetta var sem sagt, þetta byrjaði í rauninni bara sem bara svona panel í dagblaði í rauninni, þar sem að hann var sem sagt svona íþrótta-cartoonist eða þannig. Já. Teiknaði, þú veist, þetta var áður en að það var að taka fullt af myndum og setja í dagblaði, sko. Var ekki hérna, hvað heitir þetta fræga hérna teiknumynda Marvel. Nei. Let me finish. Æ, gauri sem Garfield krakkin á piano með hérna Snoopy, hérna blanket Peanuts. Já, Peanuts. Já. Það kom allra fyrst í þessu hjá honum. Já, það? Já. Allra Ok. fyrst þarna, sko. Ég vissi það ekki. Ég vissi það, sko. Já, ok, þarna með Snoopy og hérna, já. Þetta er eitthvað leiðilegasta teiknumyndaserja í heimi. Já. Þegar Overrated, hundurinn er sko. svo að dansa. Já, Gekkja. og foreldrarnir eru alltaf Svona eins og þegar ég hlusta konuna. Já, einmitt. Já. Akkurat. Birgir, þú verður blá. Nákvæmlega. I got you. Já, þetta var sem sagt bara það vinsælt í dagblæðinu, þannig að þetta fór bara allt í einu var þetta bara komið í útvarp og sjónvarp og teiknimyndabækur og bókaserja og náttúrulega fullt af söfnum út allan heim, sko. Já. Og já, 1939 þá voru byrjuð sýningar á Broadway, sem sagt með alls konar bara svona freaks eða þannig. Þessi Robert Ripley var talað að hann væri the world's most travelled man. Af því að það hefði fáir ferðast til eins margra landa og hann hefði ferðast til 201 lands og það voru 239 lönd í heiminum þá? Já, ég veit ekki hvort það sé búið að það var náttúrulega Tékkóslóvakía er orðið núna í 2 lönd og eitthvað, þannig að þetta er ekki alveg svo fullt að gerist í Afríku, sko. Búið að sameina fullt af löndum í Afríku og... Heimsálfurnar hafa verið þarna, já, en þú veist Anyway. All right. Another topic. Já, þannig að það var svolítið svona upp af þessu, hann sem sagt ferðaðist bara og dagblaðið sem sagt borgaði honum bara til að fara og ferðast og finna alls konar svona weird shit, sko. Þetta átti að vera champ and champs. Þetta átti að vera heita það? Já, ok. Það átti að heita champ and champs. Já, ok. Worst name ever. Já. Þetta sem sé átti að vera Guinness. Já, eiginlega. Veist, til dæmis eins og það er eitt veist, hann ferðaðist einhvers staðar og nice. Það er hann skrifaði sko brú einhvers staðar sem var rauð og ástæðan fyrir að steinarnir voru rauðir út af því að þeir voru covered in blood. Þeir voru búin að vera marinera í blóðinu af mönnunum sem byggu brúna. Já. Ok. Sko, við þrýra byggja brúna sem deyr Davíð og ég við þurfum að dreina hann. Við þurfum að dreina gaurinn og marinera. Hvað er málningapensillinn? Nei, við þurfum að marinera hvern stein. Okkur er bjórlykt af blóðun hans. Það þotnar ekki. Nákvæmlega. Og veist, þetta er einmitt sko, ég er eitthvað bara ég ætla ekki að googla þetta, ekki þetta. Okay. Það er ekki séns því sko, þetta er believe it or not. Það er konceptið sko. Já, not. Nákvæmlega, ég var líka bara já, ég veist, þetta er ekki veist, þetta er
getur ekki verið satt út af því að það sko, veist maður veit það samt ekki sko. Nei, veist, hversu erfitt væri það bara, veist herru, veist það enginn búin að deyja henni viku við getum ekki klára alltaf þetta að finna eitthvað til þess að myrða til að veist það getur verið, sko Þú þarft að fórna þér fyrir brúna já, nákvæmlega, maður veit það ekki en síðan til dæmis eins og það var hérna, það var hestareiðar svona hlaup sem þú veðir á já. og það í bókinni í Ripley's að það dauður maður sem vann já, það dó hann bara á hestbaki já, fekk hjartafall nei og hann vann hann átti aldrei að vinna Já, ok, það getur alveg gert en hesturinn náttúrulega bara what the fuck, dude Gaurinn bara já, nokkuð en þetta reynda satt ég googlaði þetta já, þetta satt já. Þetta sko Frank Hayes sem fekk hjartafall 35 ára hann vann hlaupið allir bara hlupið að honum hann var ekkert að fagna neitt sko oh my god hann var bara döður 10 manns með kampaðinflöskuna bara hvað spreytandi yfir hann Magna Birgir Og svo var hann dregin út á brúna til að klára fornað brúnni já herru já, síðan þetta hérna það hérna Formus Pái það einhver sem heitir Formus Pái Ok sem var settur á réttarhöld þegar hann var dáinn sko. ég hef heyrt að þessu, já þetta hérna árið 896 hann var grafinn upp eða ekki hann var grafinn upp það sem hann fólki sem hataði hann svo mikið hann var grafinn upp og settur á réttarhöld settur fyrir dóm bara já, hann bara líki var hann í réttarhöldunum bara, og hvað hefur þið segið fyrir sjálfa þig og það fólk bara fucking fáið inn hérna sko. og hann var afhausaður eftir að hann var dauður, já eftir að hann var dauður og hann var dæmdur og allt þetta segur sem sagt, já fyrir að vera sko ekki góður maður Þannig að hann var í raun og veru af heilagaður já, mér minnir að hann hafi hent í vatn og eitthvað svona algjört rugl sko. Pælið að vera löffræðingur bara þessi maður og svo kjálkinn svona fluga flugur þetta þessi maður oh god löffræðingur Pávans alveg we got this hendi dettur af oh my god við getum þetta ég bara við ætlum að afhausa bara anskotin við töpum þessum hann borgar mér ekki þessi en pældi í að vera í þessu þetta messed up sko en líka bara hann dáinn why what's the point Það bara að fá uppreisna æru og já og bara réttlæti fyrir fórnarlömb og eitthvað ég veit ekki veist þetta orð uppreisna æru mér þegar ég heyri þetta þá finnst mér það að vera berserksgangur uppreisnar æru uppreist æru já, mér Saman sem berserska gangur já æslabelgur eða eitthvað whatever æslabelgur, ok uppreisnar æru já, hann fekk uppreisnar æru Uppreisna æru, já þetta já, herru, hann var pardoned já það finnst mér ekki passa saman nei en þið hlustið á þetta uppreisnar æru Já, veit hvað, konan vaskaði ekki upp og ég fekk bara uppreisnar æru uppreist æru hvað segi ég? ekki uppreistnar æru Ha? Hvað sagðir uppreisnar æru hvað ertu að fucking tala um? uppreist já bil æru uppreisnar æru nei god damn it Uppreist
Já, ekki ar Slettu Get uppreisnar Uppreist Já, Æru Æru Já. Æ, veistu hvað, þið eru að fuck í mér eins og Nei Dumbledore Já. Þið eru að fuck í mér sko. Don't get me started This is the mentally challenged brother Dumbledore Yes Alm Þetta var gott Oh my god Herru, ok, ég er búið með Formius Hanna Hérna, herru Pupil duplex Vitið hvað það er? Augasteina eitthvað Tvílita auga Eða með 2 augasteina Tvo augasteina? Þeir eru báðir Báðir rétt fyrir ykkur High five Má ég vera með? Já High 50 5 Nei Jesus Anyway Það er sko Þrestum dóað innan Það er alveg Herru, Hann er alveg farinn sko Takk til skot ég er búið með allt Ég veit það Herru, þetta er í gamla daga þá var þetta að talað þegar þú varst með blátt auga og brúnt auga en síðan, í Ripley's þetta er kallað The Evil Eye The Evil Þegar það er mislit augu Nei, þegar þú ert með tvo augasteina í sikkvoru Já og þarna blátt í kring Já Ok Þá ertu fiskur Nei Nei, þannig að þú ert með tvær augnpunta Hvoru auga og litin í kring Og litin í kring þetta er eins og Mummy Tom Cruise myndinni Hvernig skildi þetta fólk sjá? Sér það fjórfald? Er það eins og fluga? 100 augu Jeff Goldblum The Fly Jeff Goldblum Það er bara, ég er í forsom alltaf í hvert skipti Njam, 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 njam So many dicks Oh my god Þetta er, það er nafni Lee Chung 995 Ok Þá, það er stytt af honum í Ripley's Believe It or Not Ok sem er með, Með þessu augu, já, ok með þessu augum Já og hann er, ég er mjög forvitin Ég hef séð kindur sem er myndað einhverjum kind sem var svona Já, þetta er bara, þetta er á þeim Þetta er svona gena Já, maður veldur Gena þessu ves. hvort það sé eitthvað svona síamstvíbara tengt þú veist, það hafa verið 2 fóstur í upphafi Fattar þið? Já Það er að vera þannig Genavesen Já, þú veist, nei, en þú veist, okkur myndast bara 2 augasteinar ástæða lausu skilur við mann voru kannski mögulega 2 fóstur Já, eðlilega Er það galli? Er það virkilega galli? Ég veit það ekki, út af því sko, gæti þið verið eitthvað konun eitthvað eða eitthvað bara eye contact nei takk let's make love bara ok Horfðu á mig I am look me in the eyes Ég sæki sólgleraugun fleirtölu bara ef einhver hann úti sem er með svona við erum ekki að dæma Nei, alls ekki Bara sko, smá. alls ekki en einmitt talandi augu þetta var eitthvað sem ég fann að í Marokko þá sem sagt var fólk trúði því sem sagt að Múhameð, spámaður þú veist hvað það var? Nei. Múhameð spámaður vinnur Jesús eða? Já, Ok, þeir voru saman í 3. bekk What? Nei, Eru við inn á sama trés með verstaðin Oh shit You're gonna get a shot, man Já, maður Nei, Oh my god já, fólki Marokko, þetta var náttúrulega múslimaland trúði því að allar 6 eiginkonur Múhameðs voru rangeiðar
og tengdamæður hans líka. What? Þannig að fólki í Marokko trúði því að það var í blessun að vera rangaður. Var það í Ripley, sagði? What? Ok. Gaurinn bara, veist, hún rangið, sjúga gaurinn, hún mikið að horfa á hann. Já. Já. Eyes on the prize, baby. Eyes on the prize. Hvað rugglir í gangi? Hvað er þetta? Þetta eftir Dark Maður, hvað er þetta? Við erum ekki fáið að ganga mikrofónum stundum, sko. Klukkan ekki orðið 2. Ekki þegar fólk að hlusta. Okay. Haldið að fara með að hlusta. Það er Ripley's fann Human Unicorn. Mennskan einhyrning. Já. Sá mynd, kona eða ekki? Það er búin að vera nokkur dæmi. Já. En það var gaur sem var með 13 inch, hvað er það mikið? 13 tommur. Já. Það er hans mikið, ég myndaði 13 tommur felgu á bíl. Já, vá. 12 tommur pítsu. Hann var með út úr kollinum. Oh my god. Hann var með hotn þar. Bein? Þetta er 30 cm cirka. Já, okay, smá, curved, for her pleasure. Og það var Jesus Christ, ég á ekki stjórn þessu, I'ma give you head. Já, þetta var 1930. Þetta er gaur úr frá Japan eða Kína. Já, þetta er náttúrulega þetta tengist við japanska leikjaþættina, sko. Já. Og öll fríkin þar. Hann fann allavega Hiroshima og Nagasaki. Oh my god. En hann fann allavega, fyrsta unicornið, 1930, síðan, þá var Hiroshima ekkert búið að gerast. Nei. Nema hvað? Different timeline. Different timeline. Síðan er já. Shrunken Heads. Já. Það var rosa mikið af þeim hérna í Kaupmannahöfn á safninu. Já. Sko, ég eitthvað bara, þetta er gerfi og eitthvað svona, sér var eitthvað aðeins að svona skoða þetta. Það er bara svona, ok. Nú veit ég ekki alveg. Nú þurfum við ChatGPT. Nennir að tjekka á því út af því að Are Shrunken Heads real? Talið aðeins þetta með því að fara að byrja The Thing. Ok, Shrunken Heads. Ég spurði ChatGPT, are Shrunken Heads real? Yes, Shrunken Heads are real and originate from the traditions of some indigenous tribes in the Amazon rainforest, most notably the Shuar, Achuar, Huambisa and Aguarine. Ég skil ekkert hvað það segja. Nei, þetta er, já. Ecuador and Peru. Akkur spurði ekki chatið á íslensku? Af því að ég fæ bara betri svör á einsku. Þú ert betra svar. Hello, ég er líka þetta. Ok, þú líka. En já, maður sjá, þetta er satt en samt ekki satt. Já, þetta er satt, sko. Það er þess að tókuður hauskupuna þá úr húðflettu og þú getur ekki minkað hauskupuna. Nei, já, sko, these heads called sandsas were made by removing the skull and shrinking the skin through a process of involving boiling, sewing and drying. Pældi því, Þröstur, ef Davíð myndi deyja og það væri bara, Nenni að gera það að búið til lyklakippu úr mér. Það væri tröflað. Sett svona litla keðju í hausinn á mér, hála bíllyklakippunni eða eitthvað, hangandi í speklinum það geti kreisti reglulega hafið mitt svona hljóð inni. Það var briljant. Var það svo gæðvegt. Oh my god. Staðan fyrir teningarna í glugganum. Það var bara hausinn á Davíð. Saumaðan. Akkurat. Ég til, Davíð. Búið til bobblehead. Já, svo kemur however, during the 19th and 20th century, demand for Western collectors led to black market for shrunken heads. These often resulted in fake or non-authentic
og en núna því miður elsku fólk sem að skrifa nótur úti að þá þetta ólöglegt í dag menn ég get ekki verið á elli heimili með hausinn á Davíð veist, í glugganum og veist, í líkleghipinu shrunken balls og eitthvað ég meina, þú getur farið inn á heilsuvera.is og skráðu sem svona lyfjagjafi og eitthvað, mögulega get ég bara Lyfjagjafi? Skráðu sem lyfjagjafi Líffæragjafi Lyfjagjafi? Takk Vá! Birgir, your stupid is leaking out og það að smita mig líffæragjafi þannig að já, ég geti bara Lyfjagjafi bara Davíð já, ég lyfjagjafi ok já, takk ég dröggdílar svo satt Sen hérna Merman of Aden hann fann sem sagt Merman of Aden Mormona af Aden Merman en sen sko hérna sem sagt hérna hvað 1905 en veist það tímalínan ekki alveg rétt annars sko en síðan Merman of Fiji veist, já, það er 1842 var svo veist hafmeyju maður eða veist hafmeyju ég veit það ekki maður ég veist Aquaman veist, ég veit ekki, ég kynblindur ég veit það ekki maður I don't see color nei, ég sé ekki kyn lengur já, einmitt það stótt alltaf að káfa svona á mér nei, veist stelpan sem í hérna, sem var í Eurovision til dæmis sem var með skeggið já, maðurinn með skeggið já. Ég veit ekki sem var í kjól hvað var það ekki, Conchita eða ég veit ekki, ég er kynblindur ég veit ekki Ertu að segja mér að ef ég fyrir kjól ég með mitt skegg þá er ég hún ef þú vilt það já, ég vil það ekki þá ertu maður já, ekki gera það þá Akkur tala sjálfa mig með, sem hún þá það er hafmeyju maður ég Hafmaður. veit það ekki maður ég er kynblindur ekki kalla mig maður hvað er að gerast þér? en það veist Fiji hafmeyju maðurinn já. Hvað segir maður? Hafmeyju maðurinn? Hafmaður Meyja er kvennmaður Ég veit það ekki Það er það Segðu hafmaður Hafmaður Já, flott Duglegur strákur Takk Já. Það er alveg veist, ef við googlið það er alveg Ég held að þessi skot hafi farið að kikka inn hjá þig það er alveg hoax Það er bara já, svona það er alveg verified sko Það er bara api sem er veist, púslað í fisk sko Akkurat veist, þú, ef þið googlið það er bara farulegt sko Já, þetta er gott jóksand Já, takk Nei, fyrir það, já, þú líka En þú veist, fyrir þann sem að bjóði það til bara eitthvað Ég veit alltaf að fokk í fólki og sauma apa við fisk og þá bara milljónir mann sem allan heim bara eitthvað, þetta er satt eitthvað, það er til hafmeyður Þetta er svona svipað eins og ég heyrði daginn með hérna Loch Ness Monster hafið séð myndina Já, já, þessu svartkvítu Já, það kemur eitthvað upp og sér eitthvað svona smá bunga og það er einhver gaur bara, já, þetta er hvalatippi hann bara fór upp og það bara svona stóð upp hann bara, þetta er bara starðin shapeið og allt, já sem, veist, hefur komið við nokkur hvalatippi þá er það bara rétt Ég er búin að eyða óþægilega löngum tíma í að horfa á hvalatippi í gegnum æfina Why? Hversu oft, ég maður sér þessa mynd bara reglulega sko Það veist hjá mér eða What? Hefur ekki farið á Facebooki mitt? Ertu með mynd af tippin aður á Facebook? Þegar ég fór í Hvalinn þá tók ég alltaf selfie með tippi Já Eitt skipti var þetta sko, veist, einhverju 10 cm Hvalur var mjög fegin að hann var döður sko Okay. Þetta hinn í Hvalinni voru bara veist, með tippin sem voru jafn lung og ég sko. Þessi með hérna 170 cm og svo 10 Já, no joke Muni eftir hérna Andy Kaufman Já. Og bíómyndinni sem Jim Carrey leik Andy Kaufman í Under the Moon eða, nei hvað heitir hún? Men on the Moon Já, Men on the Moon og hérna þá fór Andy Kaufman til Maui eyja eða eitthvað og fór til svona lækna svona undralækna
Þetta var actually thing. Þetta er ennþá thing. Fólk fór þarna í hrönnum út af því að þau héldu að þetta var eitthvað kraftaverkalæknar. En þeir voru eins og kom fram í myndinni Man on the Moon. Og þeir voru bara héldu á svampi með fullt af blóð eða þú veist, rauðu vatni taka vonda drasslið út og eitthvað. Þeir bara, þú veist, nóðuði og líkamann og það eitthvað svona fullt af steinum, heitum steinum og þetta var bara rosalegt þeng í þá tíma að bara fólk ferðast þannig nýrti borgaði fullt af pening fyrir eitthvað skottulækna. Fólk er ennþá að gera það. Þetta er það sem að drapa hann hérna Apple-gaur Steve Jobs hann er ég að smita það svona mikið? Nei, þú veist, þegar hann uppgötaði að hann var með hérna, ég menn ekki krabbamein í bresi eða whatever the fuck it was en hérna, ef hann hefði farið strax í alvöru meðferð þá hefði hann mögulega getað lifað. Hann vildi vera náttúrulega en hann vildi fara eitthvað á svona woo-woo leið eitthvað náttúrulega og dó já, nákvæmlega, þannig að þú veist, hann mitt fór þessa leið líka sko. Það er samt leiður komið með krabba, ég held að þú fari bara gerir allt saman. Þetta var einn ríkasti maðurinn í heimi, hann hefði getað fengið, þú veist, forseta meðferð á sjúkrahúsum en hann ákvað að fara í frumskógin eitthvað og tala við eitthvað gæja sem hefur ekki séð konu í 17 ár eða farið í bað Geta eitthvað jurtir. Já, nákvæmlega, getandi kaktus á eitthvað, what the fuck, nei bara gefum mitt morfín og geislavirkni skilur, ég bara, þú veist, leir hann í sko. Til það er líka í Ripley's, það er Lighthouse Man. Lighthouse Man, he's very lonely. Lighthouse Man. Það var gaur sem sko lét gera gat í hausin á sér hérna. Lét gera gat? Já, ofan á hausin. Og fyrir kerti til að planta þá gerði hann gat, veist, burt með fucking kúpuna ekki alveg niður en það, veist, hann bara kerti þetta niður og vaks til að festa kertið og þetta ég veit það og hann var hérna svona tour guide. What? Já. Hvenær var þetta, veistu það? Fylgi ljósinu komum með mér. Þetta var tour guide. Oh my god. En það er parturinn af Believe it or not. Ímyndið ykkur hérna á Íslandi í rokinu. Þá er með glerhjálm. Hann yrði að vera með eitthvað fiskabúr á haustum sko. Það var alltaf alveg Býða þess Er þið með Zippo eða eitthvað? Rókalspítur Veist, hendurnar halda sjáum ekki neitt maður, já þetta virkar ekki á Íslandi, shit, ég gerir gata hausin á mig. En sko, heyrandi þetta og horfandi á þjóðfélagi í dag þar sem fólk er, þú veist, implanta einhverjum hotnum og einhverjum kúlum í allstaðar kroppinu og allt þetta á sér, þá ég er ekkert hissa. Slita tungun á sér og eitthvað, þess að vera svo snákur. Ég er ekkert hissa yfir að heyra svona, sko. Nei, veist, ef þú googlar Lighthouse Man, Lighthouse Man, og veist, þú hlýtur að finna eitthvað sko. Og það, veist, ég var bara þetta er parturinn af Believe it or not. Finnur örugglega Ron Burgundy þegar hann var blindur. Feel my leg. Don't say it is like a cock. Ok, þetta er greinilega Asjubúið. Það er vaxbrúða og allt á honum sko. Já. Þú getur fundið hann, en er það satt eða ekki? Út af því að við vitum það er nefnilega Believe it or not sko. Akkurat, það er nefnilega premissið fyrir þessu allir saman sko. Þú veist, hann gæti búið til 90% af þessu og sagt bara Believe it or not. Ég ætti að vera þarna í var hann málaður augun? Believe it or not. Ég vil fá að vita hvað Dean Cain sagði þetta. Það reyndar Superman? Já, hann var með þættina sko, 90s.
Alveg rétt. Já, það var á stöð 2 á sínum tíma. Þú varst frammi á pissa þegar við vorum að tala Dean Cain. Alveg rétt. Já, Dean Cain var bara, oh my god, þetta hérna, believe it or not. Þú ert að sína vídeo af atburðum, já, við believe it. Já. Akkurat. Þessi þáttu var fáralegur. Það hefur nú samt ekki mikið að segja. Veistu hvað svo margir trú ekki að tunglendingin gerðist ekki og þú veist, það er vídeo af þessu og bara the Holocaust. Það eru til vídeo af þessu. Nei, gerðist ekki. Já, það eru til, þú veist, hérna, grafreitirnir. Já, akkurat. Já, en samt með, sidetrack hérna, tökum sidetrack, moonlanding hérna, með hérna believe it or not. Já. Að það er núna þegar Kína fór núna til tunglsins Það er ekki á Dark Side eða eitthvað, ég man ekki hvað það var og það var bara eins og það var eins og bara tölvuleikur, þetta var svona check síðan bara 1969 og það var bara crisp og bara ringja í the president nanosekundu, ekki delay eða neitt og maður var bara ef maður virkilega hugsar tókar þetta upp bara til að þeir fóru ef þú ferð þarna upp þú sérð að það er fáni og allt þetta en var þetta feikað til þess að for the show búa til sjóið fyrir áhorfenduna þú veist, mögulega við vitum náttúrulega að þetta var hann í þú veist kaldastrís ástand eitthvað og hérna þannig við vorum að keppa við Rússa að vera fyrstir og eitthvað svoleiðis þannig að við þurftum bara eitthvað chop þannig að þú veist þetta er ástæðan chop eins og með allir hafi vita kjarnorkusprengju the footage húsin springa já. Húsin springa síðan erum við bara með film sem bara lifði af þetta Nei, sko, þetta það sem út af því að margir að segja að þetta er miniature sko, út af því, sko, þú ert með fucking myndavél sem er með, sko, a film plastfilmu sem má ekki einu sinni koma nálægt ljósi og sem kemur kjarnorkusprengju bara wipes everything out allir bara Amerikanar náttúrulega sprengdu fullt af einhverjum tilraunasprengjum fyrir utan einhverjum svona þú veist fake bæi og Amerika eins og við vitum er byggð upp með einhverjum spýtukofum tannstöngulum sérstaklega þessi testþorp sem þeir byggðu sérstaklega fyrir þetta það var einmitt sem ég ætlaði að segja sko. Þannig að þetta voru bara einmitt einhverjum tannstöngulum sem þeir byggðu bara til þess að hafa eitthvað þetta var filma í böngeri þetta er believe it or not believe it or not það voru í böngerum það voru vísindamenn í böngerum asnalega svona óþarflega nálægt getum við sagt og þeir lifðu af við getum náttúrulega sagt líka sko jörðin er flöt believe it or not sko not það er næsti þáttur sko já, ætlum við að taka chemtrails og jörðinni flöt næst það væri gæðið að taka heilan þátt sem er bara flat earth og ég myndi vera bara já, jörðinni flöt og þeir bara debunka mig það væri gæðvikt þá þurfum við að bjóða hérna Neil deGrasse Tyson í þáttinn hann á eftir að stúta þér sko. Nei, hann hefur meira sagt að jörðin er flöt þegar þú ferð ógeðslega hátt upp þá er hún flöt út af jörðin er það stór what? Já, þú horfir á þetta er svo flatt það er að fara svo ógeðslega hátt upp já. Til að sjá the curvature að sjálfsögðu, þannig að hún er ekki flöt það er bara í næsta þætti kannski ég veit það ekki Jesus minn ég bara veit það herru, fáður hann skott ég veit ekki þetta er komið út í já, við skulum taka þetta í næsta þætti ég er til í það herru, takk fyrir komin og tröstum minn takk fyrir mig gaman að fá þig takk Davíð, þú ert bara, þetta er takk bye